Já, sælur og velkomin á Poddi. Rétt ára byrjum, minnið allavega að checka á Poddi podcast á Instagram og Frikki snappari á Snapchat. Ég vil fylgjast aðeins metur með behind the scenes og auka dóti. Mér að kúka kött, hvað sem sko. En þættinum í dag þá er ég að tala við Steina frá Steinabón. Og hann er alveg intense businessmaður. Og sko ekki in a bad way. Hann er alveg bara svolítið mikið inspiration fyrir mig sko. Þegar ég byrjaði þetta podcast þá var hann númer 1 á listunum hjá mér af fyrirtækjaeigendur, artista, podcastara, fólk sem ég langaði að tala við. Af því að mér langaði alltaf að eiga bónfyrirtæki back in the day sko. Það var svolítið svona markmið hjá mér að byrja bónfyrirtæki. En ég misti staðinn sem ég var að nota til að þrjá bíla og áhuginn datt right? Að minnka þeim. En Steini er búinn að reka Steinabón síðan 2011 og er eitt með þeim stærsta í Keflavík, stærsta í Reykjanesbæ. Hann er ógeðslega markmiðsdrifinn maður og ég held að þú getur lært mikið á honum frá þessu þætti. Hann talar hvernig það var að byrja fyrirtæki, hvernig að do's and don'ts í fyrirtækjarestur, drass sem hann hefur gengið gegnum og hvernig hann svona pælir í hlutunum, hvernig hann nær að vera svona aggressiv í að halda þessu gangandi. Kannski ekki svaka góð leið til að útskýra þetta, en hlusta á þættin og tjekkja á steinabón.is ef vilja panta tíma. Því líka hringt í hann, númerið hans er í descriptionu og á síðunni. Hann er til í að svara hverju sem er. Ógeðslega opinn maður, hringi í hann bara til að spyrja hei, það er að smá rock chip á lakkið mínu, hvað er ég að gera? Hvað sem er, hringi í hann. Hæ, þetta er Poddi með Frikka. Welcome. Hvernig byrjar þú í þessum bransa? Varstu alltaf að þrjá bíla þegar þú varst yngri? Ákvaðastu bara alltaf í að byrja fyrirtæki að byrja þetta svona rólega svo hjálpum? Þetta byrjaði rólega mér af því að ég var 17 sko. Já. Þú veist, ég var bara, þetta var árið 2010 eða eitthvað. Þar var ég bara, þú veist, ég meina pabbi, hann heitir Einar sko. Já, varstu bara 18 2011 þegar þú byrjaði þetta? Já, ég var bara 18 sko. Það er ekki mér. Og svo pabbi, hann heitir Einar, hann var kallar eins og Bón þegar hann var yngri en hann átti sína tíð, Bón tíð og svo hann kendi mig bara sín töfraböð, skilur við. Og ég var ungur að taka þetta upp sko. Hans svona bragðið þessu og mér fannst þetta ógeðslega gaman. Það byrjaði bara á bílum hans, það byrjaði svo bara á bílum hjá frændum og einhverju svona krútlegu bara powerbase mitt, mína fjölskyldur. Það sprakk út af því að ég bara, það fór að fréttast eitthvað svona, það var enginn að bóna í garðinum, það voru fáir held ég að bóna á Suðurnesjum, ég veit ekki alveg. Það var ekkert að spá í hvað að gerast út fyrir mig þá. Fór að auglýsa, Steinabón hét bara bíla þrif í garði. Það byrjaði bara svoleiðis. Og þetta var sko, þetta var ekki business Facebook síða, þetta var bara personal. Þú veist, þú gæst add as friend. Já, það var þannig. Já, þetta var þannig sko. Þetta var, ég veit ekki að því að kannski þetta var tímabili og þannig, að því að ég bara vissi ekki að ég átti að stofna. Ég vissi ekkert business, skilur. Ég kunni bara að bóna bíla. Þú fórst í skóla áður þetta gerist? Já, ég var þarna bara nýbyrjaður í Fjölbraut eða að byrja að fikta í grunnskóla, þú veist. Svo tek ég, þú veist, svo held ég þessu áfram bara út Fjölbraut, svo fyrir ég háskóla, út með háskólanum. Þú veist, það var bara unnu allar helgar, unnu öll kvöld og maður nota allar sem frítíma bara mest í þetta og það var svo gott að hafa svona vasapeninga með skóla og svona, það er sem maður hugsaði mest getur að lifa fínu lífi með skóla og varst alveg þína svolítið bara með að þrjá bíluna? Með að við aðra nemendur á þessum tíma, já. Veist það ekki? Ég var einu svona eitthvað að tala launin mín, þú veist, þá var ég eitthvað svona að tala þetta sem, ég var 19 ára, ég var 18 ára eitthvað. Þá voru bara aðri gaurar úr FS sem bara byrjuði bara bónstu þegar þeir heyrðu hvað ég var að gera sko. bara út frá því piece of the pie sko. Og þeir lifðu í svona 3 mánuði. Það er ekki það sko. Ég var ekki að þína þá, skilur. Mér fannst það bara fínt þá að því að ég var í skóla. Þú veist að gera eitthvað sem þú elskar sko. Já. Þetta er ógeðslega gaman. Það er ekki að djók bara hversu þægilegt að vera í 7 tíma bara massa bílinn og pæla þessi sko. Já. Alltaf gaman sko. Ég elska glansandi hluti. Ég elska að gera hluti af glansandi hlutum, bara shiny object sko. það er næs sko. En ég meina, þú veist, ég var aldrei einn í þessu alltaf. Ég var náttúrulega kannski mest að fikta einn í byrjun, svo var Siggi vinur minn sem byrjaði mjög snögglega með mér í þessu. Við vorum bara 2 svona best friends sko, byggum hlið við hlið og allt þetta. Hann var með mér í þessu, ég veit ekki hvað segi, tölum eða tíma, örugglega ár, 1,5 eða eitthvað svoleiðis. Svo var ég einn í þessu, þú veist, hann vildi ekki vera lengur í þessu. Svo kom annar strákur
og svo var einn aftur, svo kom annar, þú veist, það var bara on off, skilur, sáka sem hafði mikið áhuga vildi vera með mér. Alltaf bara svona einn starfsmann bara svona. Já, það byrjaði, þarna var ég bara mjög ungur. Já. Ég hafði ekkert vitið, ég að vera hugsa og pæla í öllum starfsmönnum og eitthvað svona sem að, en ég minna svo þróast þetta mikið, ég var komið 2 starfsmenn í háskóla, þá var þeir svolítið að sjá mikið af þessu fyrir mig þegar ég var í háskólanum, þú veist, þessi mest á því að halda að læra, þegar ég var í verkfræði og það var, mér fannst það hefi erfitt nám, þetta var challenging nám, sko. Þannig að mikið af mínum tíma fór í, ég er svo mettafullur, þú veist, það fór bara svo mikið tíma mínum í þetta. Ég ætlaði að ná fyrstu einhverju í háskólamaður og sem ég gerði og þú veist, lagði allt í þetta maður. En ég var alltaf þrífandi eitthvað á kvöldin, bónandi helgar og þannig að það var háskólan. Eftir háskólan, ég útskrifaðist 2017 með BS í verkfræði, í rekstrarverkfræði. Það fór bara allt á botn í fullt, skilur, því ég var bara Loksins búin í skólanum. Ég er búin í skólanum. Sko. Ég gæti verið 100% að einbytta mér að vinnu minni því það hafði alltaf verið bara on the side, skilur við. Þannig að þá fóru hlutin að rísa, sko. Og þá var ég komið með meiri þekkingu á viðskipti og allt í kringu kannski vera með fyrirtæki og heldur en bara að kunna verkið sjálft. Það er gaman að fylgjast og horfa á tölur í dag þó ég tala ekki tölurnar hér en ef ég hugsa gröf frá 2017 og svo grafið frá 2018 þú veist, það er bara eftirspurn og innkoma og veist, allt þetta bara er á fljúgandi ferð, sko. Þú veist, ég allir í mitt Excel, þú veist hvað sem mikið ég kaupir matinn og þú veist, sitt saman vikum minna, þú veist, að vera verslunarstjóri líka bara svona, og bara endast að skoða tölur frá fyrra og svona. Veistu hvað það er gaman samt? Mér finnst þetta óslega gaman, það er skemmtilegasti parturinn af vinnunni. Ég elska að trakka allt sem ég geri. Ég trakka nánast allt sem ég geri. Ég bara sé árangur hér og þar að því ég er búin að trakka niður niðurstöðu, skilur. Ef ég var ekki að trakka neitt niður, þá meina ég, þú veist, þú veist mikið markað svona markmiðssíðan. Mjög. Hvernig svona og hvernig getur haft markmið og trakkar ekki niður markmiðinu? Akkurat. Já, eða skrefin þín að markmiðinu. Hvernig getur gert það? Það er óslega erfitt. Ég bara tala svolítið mikið við þetta við síðustu 3 gesti, bara hvað er svona rútína þín að því með að skrifa markmið niður? Ertu á kvöldin að skrifa hvað ætlar að gera morgun? Ertu alltaf með bara set schedule hverja viku? Ég kom með svona bók í dag sem heitir 10x Planner. Það kemur frá Cardone University sem er svona, ég er í þessum business háskóla núna, þetta er svona fjarháskóli eða svona fjarnám bara business og þar hef ég lært ýmislegt bara á einu ári, skilur. Hvað heitir þessi skóli þeirri? Cardone University. Check it out. Þetta er alltaf á netinu bara? Já, þetta er ég held að það sé bara flokkaður undir sem bara við number one business school in the world, sko. Þetta er bara billjónir að kenna öðrum að vera billjónir, sko. Bara hvað það gerir í lífinu. Byrjar bara á þessu bara fyrir COVID, eitthvað sliðis? Já, í COVID. En ég lærti ýmislegt þar, en þú veist, þá bara eftir ég byrjaði þar, þá fyrir að skrifa niður markmiðin mín. Ég var alltaf með hérna, skilur, bara ég vaknaði á mótnana, ég var með þrífandi markmið, sko, bara hérna, það virkaði fínt. En nú er ég bara að skrifa niður. Þá ertu bara it's your duty, sko, til að ná þessu markmiði eða svo framvegis. Alltaf leiðilegt að vakna næsta dag og ég klindi ekki þessu 4 hluti. Ef þú ert ekki með markmið þá er leiðilegt að vakna á mótana. Skeitt ekki máli hvað það gera. Það er mest ágæst áhugavert á því, þú veist. Þú ert búin að vera að gera þetta síðan 2011, það er ekkert mikið fólki sem búin að vera svona lengi með fyrirtæki og það þarf að pæla rosalega mikið í þessu. Mér finnst alltaf gaman að heyra frá fólki hvernig þeir svona plana lífið sitt til að vera alltaf bara on the go, sko. Það er alveg challenging að vera með bónstöð. Og þú ert að fara svona facea obstacles á leiðinni og það ákveður eru meðalaldur bónstöð er kannski 1 ár, sko. Það er ekkert meira. Stundum nokkur mánuðir ángríns. Summi 2 ár, 3 ár. Svo bara vera með þreyttir. Svo fá menn bara leið. Eða þið sjá ekki árangurinn eða jari, þú veist. Þetta er bara snýst bara að vera bara að halda potensiali og þú veist. Fyrir mér er alltaf eitthvað nýtt að gerast. Þetta sumir halda hvernig, ég hef oftur spurður hvernig ertu ekki verið leiður á að bóna þetta er svo miklu meira, maður. Þetta er bara, þú veist, ég elska líka businessin kringum þetta. Nú er þetta svo áhugavert og gaman að vera bara í business. Ég elska viðskiptaðinni. Ég elska að vera svona færa út kvíaldar og svoleiðis. Við erum að eitthvað líka núna að stækka við okkur og við erum alveg lágmark stækka við okkur 5-falt úr því það sem við erum núna, sko. Nó pláss, þá er komið skrifstofu, þá er komið fallega móttöku. Við erum átti umbóðsaðalega fyrir eitt flottasta vöruverki í dítilgeranum í dag. Sko. Þannig að þú veist, þá verður falleg verslun og þú veist, þá er komið allt sem við þarf. En hérna, við höfum að gott það sem við erum, en við getum haft það mjög gott í stærra húsnæði. Er ekki bara þið 2 núna? Þú veist, þú byrjaði nýgöður hjá þér kannski fyrra, eða ekki? Við erum 4.
Það voru 4. Ég er með 3 bílskúra. Ertu með 3 bílskúra? Vissirðu það ekki? Nei, ég hef bara farið þarna oft sko. Já. Ok, man, ég sé þetta ekki Ég er búin að taka yfir allt nágrinni sko. Það er geðveikt, man. Ég fyndi að ég fór hana með bílum minn kvöldi, bara áður. Því ég var í einhverju partí, þannig að vinn minn skvilla með hana og svo bara fer hann heim og ég alveg, ok, ég ætla að taka töskunum með og ég ætla bara að labba heim og ég býr rétt hjá. Tek allt saman og já, setja lyklana í stólinn út af einhverju, lokaður henni, hann læsist. Þannig að ég er að banka hjá mömmunni. Já, ok. Ég hringi þig og ég veit ekki hvað ég gera og svo ná ég að bara opna henni hurð og reddum þessu. Okay. En ég var alveg fyrir utan í hálftíma, mamma henni þetta er svo skrið. Hún þarf að díla með mig. Það er að þú tókst bara yfir nágrunn núna, það er alveg að make a sense sko. Ég elska nágrunna og ég elska svona ef ég geti stjórnað þá myndi ég hafa bara community bara í nágrunum skilju. Og ég er oft bara bankandi upp á hjá nágrunum og andurs bara að fara í heimsókn eða nágrunum minn vinstraði mig við mig Jón Brynjar Berglundur, alveg æðisleg. Ég fór mjólinn og gaf þeim kampaðum sko. Það er bara því að þeir voru, ég er með aðgang að skúra þeim. Við erum að kera með góða bíla í skúr nummer 1, lakkleirþing og kera með góðun og svo til þess að sé plástur í næsta bíl til að komast inn til okkar, þá bara færum við hann yfir hinum megin, þá er hann bara í rjúkandi heitum bílskúr, nægur hiti, þakki yfir höfuð, hann er bara þurrkun, þá verður viðskiptæður að segja hann og þurr og fínn og þá höldum við bara áfram hinum megin. Þannig að þau eru búin að hjálpa mér hellingi um þetta og mér finnst bara gott að það er með góð samskipti og þú veist, ef það er eitthvað sem að gömu verkfæri frá mér, bara eiga, skilur við, langar í eitthvað, hvað vantar í skúraðinn, skilur við, vantar í svona, hann bara þú veist, ég lána á hann dæluna mín og ég skilji ég bara reyna að vera ótrúlega næs og svo er það bara allir nákvæmlega kringum mig eru bara með mér, þau vilja, þau elska sér á lífið á hlaðinu, í götunni þú veist, ef ég fer ég eftir að segja bara þú veist, það verður, ef þú ferð þá bara það verður ekkert fjör, það verður ekkert líf lengur það verður ekkert community lengur þá veit ég bara það, þú veist, þá er ég velkomin með þessa starfsemi þarna sem ég er þá það ertu ekki trættur við að stækka þig, þú þarf ekki að flýta ég þarf ekki að flýta mér og ég meina þess að bæjar yfirvöld eða þú veist bæjarfélagi er búið að samþykja allt varðandi það ég geti verið hérna og ég meina þess að nota grasbrett hinn með götuna til að leggja í stæði og allt samþykt og þú veist það var ekkert vesið þér nei, búið að samþykja allt til heilbrigðiseftirlit þannig að ég er heppinn en samt, þetta er lítið en ég þarf að fara út hví það er svona næsta skref. Ertu búin að plana eitthvað, hvernig þetta mun gerast? Verður þetta þess árið? Vonandi. Ég var búin að teikna upp fyrir mjög stórt iðnaðarhús, stálgrindarhús og það er teikningar og klárar og það var allt í pröfunum fyrir COVID, svo kom COVID þannig að það gekk ekki alveg upp, það var alltaf að vera smíðað í Pólandi og innflyttur í Pólandi og svo svo bara allt lokað þú veist, ég á teikningar þar en þá var eiginlega erfitt að kaupa sér eitthvað af því að þú ætlar að kaupa eitthvað fyrir COVID það var alltaf allt upptekið, bílaleigur út allt bílaleigun er alltaf með bestu húsin innkoman í bílalegum eru svo það er gott að hafa bílalegu og þau áttu efna bestu húsunum og allt bara occupied en núna eftir COVID, það breytast forsendur þá eru bílalegur frá hausinn eða bílalegur eru svona hvað segir maður, minkar þessi kvíðar ekki auðvitað og þá losnar og húsin verður ódýrari en ég er að skoða nýjar hugmyndir Verður þetta í Keflavík eða Garðinum? Það verður þá í Keflavík ef við kaupum en ég ætlaði að byggja í Garðinum hins vegar þá hefði byggingareitur verið fyrir nýju byggingunni verið í Garðinum og þú á þessum 9 árum ég meina þess að þú talar áðan fólk spyrir þín alltaf þegar þú þrýr bílað mikið þá spyrir fólk er þetta ekki ógeðslega leiðilegt hvað finnst þú alltaf skemmtilegast í ég veit alltaf að viðskiptin eru meira svona þitt sviði en er ekki geðið gaman að fá skemmtileg verkefni einhvern Mustang Mach-1 og svoleiðis með 63 Jaguar og þessu gamlu bílar það var verið að tala um mig 71 mótil Firebird, Pontiac Firebird ég eftir að ná honum inn það eru margir gamli bílar á leiðinni eitt Dodge 1948 ég veit ekki svona undirtegund gaman bíl hann er bara í næsta bæ við Sangeri þetta er allt svona dettinn en það eru skemmtilega verkefni það eru svona the special ones þannig að sem maður er í svona daglegum verkefni líka bara daglegum svona venjulegi bílar sem eru okkur þannig í dag bara venjulegir eða flottir eða hvað sem það er þannig ég er skemmtilegast að fá challenging verkefni gömuli bílan alltaf er ekki miklu erfður að vinna í lakkinu alltaf er þessi lakk líka þetta er með olíulakk miklu þykkara
miklu bara alveg lakkaldur í dag sko. Maður getur ekki eins og slípa lakk í dag alltaf, þá bara, það er ekki til að vinna með þetta er svo þund en það er líka snýst það framleiðendur að létta bílana og spara efni og spara hitt Er það þá þannig að finnst þér léttara þá að fara í gamla bíla, það er meira til að vinna með það er verið málning en það er nokkur input í þessa formúlu sko. Já og nei, af því að þú veist gamla lakki býður upp á meiri skurð, þú getur farið dýpra og niður og svoleiðis en það er engin glæra, þannig notar að vera þessi system í það sko. Nýju bílar í dag verður með glæru og þú notar helst, þú vilt skoða aðri sig aðferði þar það er ekki fyrir kannski alveg byrjundur að fara í gömlu lökkin sko. En menn getur fikra sig áfram samt þannig að já, þú veist ef ég myndi gefa einhver ráðleggingar varandi við þú veist að fara í að græða upp gamall lakk og þá væri það nokkrar og það væri þá öðru sig heldur en að taka eitthvað basic sem að dugur á nýju lökkin í dag. Já, þú veist hvað myndir þú segja við svona þú veist, eins og ég þekki þrjá sem eru búin að opna fyrirtæki og svona lendið þú aldrei í þessu svona eftir nokkur ára og varst bara að leiða þessu lendur ekki í svona same old alltaf eitthvað þú veist, ég er náttúrulega mjög markmiðadrifin sko og ég set mér oftast svona minn stíl á þessu þannig ég set mér óraunhæf markmið ég veit ekkert hvernig ég kemst þangað en ég ætla bara að komast þangað og meitt markmið bara að taka eitt skref í einu það er eins og bútarnir sem ég skiptis upp í til þess að ná þessu stóra markmiði ég gerir þetta í framhaldsskóla og háskóla og allt saman og ég hef ekki verið í einhverju burnouti sko varandi þessi vinnuna mín það bara hef kannski fengið eitthvað svona að jaðra við burnout bara í lífinu sko því að ég er með risa markmið sem að ég kannski hættur að sjá í endan á sko og mér finnst þess að ég hef kannski bröður sjálfa mér eitthvað svoleiðis en ég býti alltaf í axlinu og held áfram skilur fólk er bara þú veist þú verður að fara að róa henni þú verður að fara að slaka á þetta ekki mikið passaði þig, róaði þig taktu þig frí á kvöldin maður heyri svona skilur og það var að halda áfram skilur Þið varstu alltaf svona líka þau bjóst við mömmuðinu og varst bara þrjá bílanspappan svona Er það með því á 17 eða? Já, þú veist krakki ég veit að ég var ekki með svona hugafar þá þetta þróast þetta þróast, ég meina ég var samt bara ég byrjaði að vinna svo ungur ég var kent að vinna svona hörku vinnu skilur sveitabíli, afi, amma og það er öll sömur, öll jólanda páska þar lærið maður að móka skít og þú veist allt sko maður sendur í öll verkefni sem var í kalla batna þar klunda sko svo var hérna hinn endan á fjölskyldum minni þetta var hérna móðurættin sko í föðurætt það var fiskvinnsla og alltaf vinna í fiskvinnslu líka og bara 12 ára og 13 ára og eitthvað svona skilur hvað fyrstu vinna mín sko já, ég meina maður byrjaði ungur það hefur gert mig gott skilur í dag það byggja karakter já, ég meina þú veist, fyrst ég byrja 15 ára í bæjavinnu það er mikil munur þar á milli ég fekk Björn Björnsson sem er yfirþjálfari HFR í Reykjanesbæ boxi og hann talar líka þetta þú veist bara ef þú ert ekki að ganga gegnum eitthvað erfiða hluti þú ert yngri þú veist að vinna í skítavinnu þá var rosalega erfitt að byggja karakter ég veist bara að vinna í bónus eða eitthvað og prófa ekki neitt en þú veist ég veist mjög áhugavert hversu markmiðadrifið þú ert og ég bara séð á þig skilur þú bara minnst gott að sjá þú veist hvað þú vilt skilur langar að prófa svona erfiða hluti og svona sko það er ákveðið eins og Bjössi það er ákveðið að byggja upp muscle fyrir boxið og það er ákveðið að byggja upp muscle hérna þetta er bara muscle sko og þú veist í boxinu þú veist hann er bara þú varst í boxi hann var þjálfarinn þinn hann er bara að ganga í einhvern mýsleft þú veist það er bara að gefast upp það er bara building up the muscle hann er með sterkra muscle hér og hér skilur þannig að þetta er bara snýst þetta þú veist ef þú kemur ekki onni í skítin þá meina ég erfiðverkin eða risa hraðarindin sem koma fyrir þig í þessu lífi þá ert ekki bara að kynnast neinu slæmi þú ert vanur þessu slæma eða þessu erfiða eða þessu mikla þá er allt sem eru svona meðal voru létt skilur þannig stakkaru höfafarið þitt skilur Mér finnst það alltaf sko þú veist þið fluttu út hérna að því varst að tala um hérna Hvert fluttur út? Bara hér sko, ég býð hérna Það meina á Íslandi Já, ég flutta ekki utan sko en frá fóreldrum þú veist, elska fóreldrum minna en ég finn þetta mjög mikið þú veist að ég var alltaf bara að vinna og var alltaf 3 bíl endar á þessu kvöldi þegar ég var ekki að vinna og þú veist, ég vann meira þegar ég var í skóla eða meira klukkutíma heldur en núna að því ég er svona föstum launum og svona og núna get ég stjórnað ég ætla að vinna svona mikið og bæta hinn tíman í þetta skilur en
ég sá samt alltaf bara að þetta var að hjálpa mér, skilur. Það var rosalega erfitt, ég var yngri í boxinu og svona, og, veist, 6 æfingar á viku og vera, þú veist, fá heila hrinsting hérna, veist, það bara byggir þig upp og hjálpar að komast á næsta markmið. Það bara byggir þig upp og þú veist, hvað varstu gamall í þessu? Ég var 13 til 17-18. Já, sérðu, þú veist, þú bara varst á þessum aldri sem að flesti krakkar hefðu bara væstu skellt eða eitthvað að hætti að gefast upp eða eitthvað, en þú hérst áfram í öll þessi ár og þetta er eitthvað sem styrti þig, skilur við. Alveg klárlega, sko. Talandi um skóla, Carleton University, ég í þessu í heilsársprógrami núna. Já. Og ég hverja einasta degi alltaf að læra eitthvað nýtt. Ég bara að feeding my mind, skilur við. Þetta bara, ég að kaupa með mentor. Þetta bara mentor, hvað ætti að gera? Nú ég byrjaði að bóna 17 ára og í dag ég búin að vera í svona 10 ára nú, ég búin að vera mentor í þessu fæði. Já. Ég vil vera góður í einhverju öðru, bara business strategy eða vera með bestu þjónustöðum fyrir viðskiptaðinni sem að þá þarf ég að finna einhvern mentor það til að kenna mér það, skilur við. Það sýnst bara að finna eitthvað sem að stretching your mind, feeding your mind, skilur við, hversu langt læra að hugsa, skilur við. Sér ekki það svolítið fyrir þegar þú ert búin að stækka steinabóna, þú mynd vera meira bara í business side, skilur við, kannski ekki að þrýfa en á endanum. Working on the business, not in the business. Jú. Ertu endalust út en að þrýfa bíluna? Nei. Ekki? Ég er ekki allan daginn alltaf í bíluna. Það er svo mikið meira að hugsa Ég er bara með ótrúlega flotta stráka og þjálfaða stráka í þessu sem að kunnu þetta frá aðtölu og ég get treyst þeim fullkomlega. Ég kem stundum þegar þú hafa spurningar bara hei, Steini, þú veist, ég mér ríðblegt hérna, á ég að taka hann svona eða hvað, sagði viðskiptaðurinn eitthvað sérstætt við því sem að, þú veist, þeir koma að spyrja með einhver spurningar, þau eru svona leiðavísi stundum, en það er ekki mikið og ég er oft með þeim en mikið er ég samt líka bara að sinna viðskiptaðurinn í tölvu, síma, bóka, þú veist, stundum er ég bara eins og símadama, sko. En ég meina, þú veist, markasetning, þú veist, bókhald, ég sé ansi margt, sko. Þú veist, eitthvað sem ég hef lært síðust árin að vera Snapchat og eitthvað svona og þú veist, maður er aldrei expert, skilur, það er rosalega erfitt að kalla sjálfum sig expert í ykkur en ég kann að efla með sambönd og fá gjafaleiki með þessu fyrirtæki og mér finnst það rosalega gaman, skemmtilega að þessu öllu er að tala um fyrirtæki og setja eitthvað saman og þú veist, heyra svo geggjuð viðbröð við þessum podcastum, það er bara það er geðvitt, en samt er ég að edita allt, skilur, og gera þetta allt saman, það tekur miklu meira tíma það er bara erfiðadrasli til að gera góð Þannig er þú áhugamál, þú kannski hefur áhugamál á ekki hvað grunnurinn áhugamálin eða podcasti eða kannski bara building audience eða framtíðin af þessu, mér langar að gera podcast og vera, ég alltaf múin að hösla, skilur, selja eitthvað hérna og ég var að selja sko, ok, má ég ekki tala um það en hann kvíslaði bara já, ég var alltaf verið eins og með bíladótið, það var alltaf bara svart, skilur það byrja alltaf þannig og það var eiginlega bara því ég langaði pening og þetta var svo gaman og ég var góður í þannig að setja það saman og heldur að gera þú kannski bara, þetta var eina sem þú kunni, skilur þú kunni kannski ekki að stofna EHF og sjá alla aspekta af því að vera með EHF og eitthvað batteri, skilur þú kunni kannski til verka og kunni að rukka fólk þú veist, það var kannski þú varst líka ungur oft með sko, sem ég er núna, ég er einna mestastur í fitjum og erfiðasti kapli, ég var nýfluttur út hérna og þeir gáði mig stöðu í bænum í Mjóttinni sem er svona minnsta búinn og þá var ég að koma inn á nýjan stað minn 10 fólki sem ég þekkti ekkert sem þekki ekki mig, respekta mig ekkert, skilur það var ógeðslega erfitt, skilur allir dagar var stressandi og ég var bara kvíðinn og þú veist, þessi er að væla þetta svo kláraði það og byrjaði að fitjum og núna er ég með nýjan hópa aftur og núna er allt mjög gott ég er búin að, þú veist, það tala allir við mig það er ekkert vesen, það er engin eitthvað að, þú veist, undir mína með, skilur og að frá að læra að þjálfa fólk, það er eitthvað sem ég tek frá Dominos síðustu 4 ára að þjálfa fólk og geta, þú veist, hort í augu og sagt bara, getur þú gert þetta í staðin fyrir, þú veist, þú eru að hafa lélega stjóra bækna degi, skilur þú veist, sem bara eitthvað, fokka er en að þriðu þetta eða eitthvað Ég er náttúrulega sjaldan haft stjóra ég hef alltaf verið minn stjóra allt með lífi sko. Ég byrjaði svona bara en að spoil brat sko. Nei, ég hef alveg verið að vinna í fyrirtæki líka en alltaf var, svo ég ætla þú veist bara, þú veist eins og því að hann í fisk skilur þá var einn maður sem heitir Guðjón Vilhelm sem stopnaði þess að HFR 2001 eitthvað og hann var stjóri minn og hann þú veist er announcer fyrir box bara útvíða, hann basically, hann er ástæðan að bóks er leyft á Íslandi á nokkuð fyrirtæki fullt af svona dóti og mér fannst alltaf bara gaman að hlusta á hann tala fyrirtæki sitt eða eitthvað, bara læra honum ég var 13 og
ég sé þú veist að mér finnst gaman að tala við það því ég veit að ykkur mér hlusta á þetta og sérstaklega kannski vinir minni sem eru með bónufyrirtæki og kannski læra eitthvað af þessu og ákveða kannski, ok, ég ætla að taka hvað sagður þetta hér skólinn sem er því? Cardone University. Þetta er almennt þetta tengist bónustæki neitt. Nei, þetta er bara fyrirtæki. Já, tengist bara hvernig ætlar að ná langt í business. Já. Og hugafari. Og svo framins. Er það sem þú ert í núna? Í sölu og markasetningu mestmegnis og hugafar og er bara ákveðin, skilur við. Svona advanced, veistu? Já, þetta er mjög... Þú ert ekki að byrja því, skilur við. Maður er bregstaðar. Ég hef búin að þróa mína söluhæfni eða viðskipta þjónustu lund svona sjálfur. Ég held ég væri bara góður í því. Fólki líkaði vel við allt sem ég gerði og sagði og svo þegar ég byrjaði skólan þá var ég bara shit. Já, veist ekki neitt. Þá var ég bara, ég er búin að gera þetta rámt alla mína tíð, sko. Já. En þú veist, ég sá líka margt sem ég var samt búin að gera rétt. Ok, ég fattaði þetta. En ég maður klálega bæta með þarna. Þú veist, og svo, og það var bara svona, meira svona basic, oft, þú veist, þú byrjaði basic pakka hjá þeim í skólanum og svo færði við í svona advanced setna. Já. En þetta hjálpar helling, sko. Ef einhverju, þú veist, strákar sem eru í bónunni sem er að horfa núna, þú veist, ætti ég að gefa einhver skilabót í þeirra, eða? Endilega, sko. Bara hvað ráð sem þú hefur, sko. Ok, þú veist, í dag, þú veist, það eru, það er eitt skemmtilega aspekt af minni vinnu, það er bara það, mér er skaman þegar fólk leita til mín og leita til ráða, skilur við. Já. Og allir sem eru að fylgjast með, það er allir velkonir að hafa samband við mig og ef það er einhver spurningar sem hafið sambanda því að ég er hér til að hjálpa. Ég er í samvinnu með öllum einhvern veginn, ég er ekki í samkeppni. Og það kom til mér stákur í dag með nýja bónstöð. Ég held að hann hafi verið smá smeykur það, þú veist, hann að versla vöru að mér en hann ekki samkeppni með mig eitthvað svona. Ég var bara verður velkomin, ég stofnaði bara í kerfi hjá mér, þú bara sækir vörur, ég sendi þig bara í bankan, alltaf velkomin, þú veist, bara að borga setna og bara eitthvað svona næs. Það er gefið að heyra það, sko. Af því að þú veist, hann bara, wow, skilur, þú veist, og hann er líklegur til þess að bara, skilur, kannski leiði hann þannig fyrst að hann var smá smeykur við eitthvað, en núna er hann bara, ok, ég get verslað við þennan, hann vil hjálpa mér, þú veist, og svo framvegis. En þú veist, tips og eitthvað svona, þú veist, koma námskeið ef við viljum læra eitthvað almennilega, við erum með námskeið í lakkleiðirtingu og kerum við hvernig og þetta kemur allt frá Carpro, þannig að ef við viljum eitthvað svona gæða kennslu, þá getið það. Það verður linkur í descriptioni fyrir hérna síðuna, þið getur tjekka á sæna upp, alltaf næsti er ekkert fyrir í mars eða eitthvað svona. Jú, við vorum að klára námskeið helgir núna, þvílíkt flott námskeið. Og eintækið af bíl sem við vorum með, það var dýrasti fólksbíl, innflutti fólksbíl á Íslandi 2016. Engin smá bíl, sko. Það þeirra líka, þeir sem var komað námskeiði, þeir sáu bílun á gólfinu, sko. Svo trættir. Nei, þeir eru bara au, þú veist, það var bara þetta sem við erum að vinna með. Það er ekki þetta. En út frá, allir velkomin námskeið. En þeir sem að, ætla sér ekki að námskeiða, svo þá bara er nóg að hringi í mig, skilur, eða senda mér fyrirspurn bara, er þetta gott bón? Má ég gera svona við kúnnan? Eða hver sem spurningin er, þá má alveg gera það. Það er ekki allir sem myndu segja svona, sko. Mér finnst þetta gaman, sko. Já, það er bara ekki að heyra, sko. Mér finnst gott að geta leita til einhvers mentors á einhverju sviði sem mér langar að læra. Ef hann gerir mjög velkomin, þá get ég haft samband, þú veist, og spurt leiðbeininga eða, þú veist. Þannig að ég hugsa, ef þeir geta að gefa mér eitthvað value, þá get ég ekki gefið value til einhvers annars sem vil læra eitthvað af mér, þú veist, í því sem ég er góður í. Þetta er bara pay it forward. Já, algjörlega. Þú veist, ég læti þetta bara ganga, sko. Og við erum í samstarfi núna við Massabón, Hallir Sigursson, hann á það og flott samstarfi milli okkar. Þannig að mér skal vinna með mönnum líka. Já, þú veist. Það fyrir ánum svo stóri núna. Og bara basically, þú veist, tips líka, bara ekki vera einn í þessu, sko. Nei. Farðu og kynnist í öðrum og finni einhverja bónara, dítelera sem að bara vilja vera með ykkur í að spjallum þetta sameiginlega áhugamáli, sameiginlega fag, þú veist. Bara don't go through it alone, sko. Þú veist, þín bendir bara til burnouts og menn hætta eiginlega. Þetta er eitt svona sem ég veit ekki hvort að þú gerir þetta. Ertu mikið á samfélagsmiðlum, þú veist, að nota story eða eitthvað svoleiðis, að tala um, nánastæðlega. There you go. Þetta er eitt svona sem ég held að allan að félaginu sem eru kannski hlusta á þetta ætti að gera. Þú veist,
að tengja andlit við fyrirtæki alltaf rosalega næs. Hann það byggir upp traust. Byggir upp traust og þú veist fyrirtæki sem gerir það rétt, skilur það. Ég myndi fyrir ekki að þeirra heldur en eitthvað svona, ég sé bara bónstöð og lappar inn og það ekki gauð sem segir hæfi mig og þú veist, maður getur hort á þykist í dali og finnst þið fyndin eitthvað, ég ætla að fara til hann. Þó kostar 2 skall meira, skilur ekki máli. Það byggir upp traust. Og fyrir ykkur sem að eru ekki farnir að taka mynd af andlitin ykkar eða svoleiðis, ég skil ykkur alveg. Það ekkert auðvelt að bara vera með grímuna bara í myndavélina þann daginn og vera að tala einhver hluti sem að maður heldur örugglega fólki don't give a shit, sko, þú veist, en í alveg, þú veist, bara byrjið bara á þessu, byrjið bara smátt og talandi svona muscle þetta bara muscle þessu og bara committið ykkur að gera þetta einu sinni viku fyrst og hækki þetta svo bara endar þetta með því að þið eru farin að geta hvernig degi. En þú veist, stundir sem kemur fyrir maður hvað ég að segja í dag. Á ég eitthvað content til að tala eða sína, ég skal bara búa til eitthvað content. Hvað á ég að búa til? Það kemur alveg fyrir svona bara shit, kannski þetta ekki dagur dag. Jú, ég var að gera eitthvað, þú veist. Þannig að þú veist, það kemur alveg svona dagar fyrir sem maður alveg pínlost, en svo bara rúla. Svo maður vera creative, lærir að nota heila meira, sko, bara byggja hann já, og ef maður ætla að vera skipulaður þá maður helst að vera skipuleika kontenti bara út vikunni mánuðum, sko. Ég ekki þar ennþá, en ég ætla að vera þar. Það rosalega þægilega app sem ég geti fundið á netinu, sérstaklega fyrir Instagram, eins og það þegar ég byrjaði þetta maður erfitt að svona posta alltaf reglulega eitthvað dót tengt þessu inn á Instagram og þannig ég nota þetta bara app, þannig ég get sett inn eins og núna erum við að taka upp 3 podcast, það verður bara sett inn og ég þarf ekki að díla með þetta og þannig að þið posta annarkvæmt dag eitthvað svoleiðis þáttinu og svona. En þetta, ég byrjaði að snappa bara eins og allir, eitthvað 15 ára eitthvað svona, svo fannst mér alltaf bara svo gaman og varst gaman að fólk finnst mér fyndin að segja eitthvað, þannig ég ger þetta hverju minnsta degi í svona 3 ár. Og nú þetta bara rosalega þetta líka hjálpaði mér allir í fjölskyldum mér að gera grín að þessu, það bara þeng, og svo byrjaði þetta podcastið og ég kannski tala með ensku sletti og eitthvað svona dót, þannig að fjölskyldum mér að gera grín að því. Núna spyrjaði Snapchatið síðust árin, það bara allt geggja, það var bara geggja flott og ég unnið með þessum fyrirtækjum með þessum en það að geta gert þetta og trúa það sem ég að setja á neti eða ég satt eða þið geti hlæða á þessu að læsta ekki að þessu. Nú minnst það gaman að hringja fyrirtækjum, minnst það létt af því að ég trúa sjálf mér skilur gegnum þetta. Þú þekkir einhvern sem áörugglega erfitt með að hringja símtöl. Já, það er ekki. Ég þekki nokkra. Þetta skipt hérna. Þannig að við erum með bara svona hvað er þetta? Hvað stendur það að segja? Þetta er bara svona signatures frá vinum og svona. Já, ok. En vinkona mín Jóna, hún verður á podcastinu henni finnst það rosalega erfitt. Hvað myndir þú gera í því og vera að hjálpa henni? Henni Jónu? Finnst þið erfitt að vera í símtölu með podcast? Það er bara að hringi fólk, skilur við. Ég hef segja henni. Farðu og hringdu 30 símtölu daga eina viku. Já, akkurat. Komdu þér yfir þessa hraðahendurinn. Bara gerðu það, do it. Þú veist, þetta er bara svo leiðis. Þetta venst, svo fer að fara að drilla kannski alltaf sama aftur og nú er svo vanir að skrifa inn símanúmer og hringja, leggja síma við eyrað og hugsa alltaf hvað ég segja nú eða bara verður bara gerðu viljandi. Mér nokkar nefni eitthvað líka. Þetta er góða punktur. Í þessum skóla sem ég er í, fyrsta heimaverkefni var hringdu í 10 símtöl eða 15 símtöl eða eitthvað og seldu ömurlegustu vöru í heimi. Láttu skella á þig. Verður bara ömurlegur í símtælinu og þetta er bara ríkalegt, sko. Varstu að setja bara random númer eða eitthvað sem þekktir? Ég var bara hringjandi í bara ég er að hljóma illa, ég er að hljóma dýrt og useless og ég var reynd að vera þurr og þú veist. Þetta er eitthvað sem ég langar að prófa bara í næstu morgun, sko. Þú veist, þú vilt ekki vera þú vilt vera áhuga, þú vilt sína eitthvað sem fólk er áhuga á, ekki öfugt. En fyrir hana Jónu, þú veist, ef hún leggur í þetta hringja viljandi ömuleg símtöl þá getur hún gert það er besta fyrir hana. En hún getur kannski byrjað bara á að hringja fullt af símtölum sem að þurfa ekki að vera ömuleg símtöl, þetta er bara til að æfa sig að hringja, skilur og þá hún kemst yfir það. Legin sem ég náði að laga þetta ég var sko, ég gæti ekki ást í auga á fólki þegar ég var yngri. Ég sér hérna, ég er lamaður hérna með vöðvan hérna. Þetta auga er alltaf skrítið, þannig að alltaf ég var yngri þá var ég alltaf svo stressan og það. Varstu alltaf að loka hinu til að jafn út eða?
Já, eigin mín alltaf bara eins og ég sé svaka friðin sko. Þannig að ég var krakki það var alltaf skítrættur að hóra fólk og þeir myndi gera grína mér eða eitthvað og svo þegar ég var svona 14-15 byrjaði kannski að tala stelpur og eitthvað að byrja að ringja alltaf í vini mína bara hverju einasta kvöldi þó að kannski veit að þeir eru busy eða eitthvað bara viltu kíkja út í kvöld, nei ok og ringi næsta og eitthvað svona og ég gerði það bara hverju einasta kvöld og núna rútínan bara ég reyna að hitta Arnar félag minn einu svona viku ringi hann kannski 3 daga fresti okay. Ég veit kannski að hann að bróta henni veggi inn í íbúinu sinni þannig að ég ringi hann og bara spjalla með það og núna verður þetta létt með allan og ég geti hringt í fyrirtæki með eitthvað vesen inn á Dominos já þetta er kók, þetta er Dominos og bla 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 það er ekkert mál núna en þegar ég var krakkið þá gæti ég ekki einu snið bara rétt svo stimplað inn sko. Já, ég man ekki eftir en ég held samt ég hafa alveg verið smá smeka við að ringa símtölu og ringri sko. Þegar ég var að byrja í bónunni ég var stundum stressaður yfir ákveðnu viðskiptæðin þegar það voru að koma það var kannski viðskiptæðin sem voru svona þurrari almennt bara þeirra persóna er bara svona ekki hress og mér fannst ég vera bara hann er að koma en svo og það var allt í góð en þetta var ég bara eitthvað 17 skilur svo vannst það bara já, ég ger ýmislegt sem að varpa orðum eða setningu sem að margir myndi segja bara sagður þetta í alvörinni en þú veist, ég segi hluti í djóki og þú veist, ég er ekki að segja eitthvað ljótt ég er bara að segja að þú veist fólk almennt bara líka vel með mig og ég er ekkert hræddur að segja hluti sem að þú veist, ég náttúrulega er ekki að segja eitthvað heimskulegt eitthvað sem að á særan en þeir sjá að ég segja grínast skilur og það gerir mig bara að skemmtilega persónu skilur það ég held það allan og það virðist vera þannig það er alltaf að ljúga svo hins vegar geta maður verið að segja hluti svona mismatchið svolítið og þá, þú veist það verður bara heppnast þú getur ekki gert það nema að sért bara confident þetta að setja að virka það skilju maður læri þetta bara í tíundabæk sko, bara tala um stelpur og tala um vinina og þú er að djóka í tíma og svona class clown endar oftast með ok, þú veist við fólk sem ég þekki endar að vera svona með styrkleika skilur ég þóra að tala um fólk og djóki svona að því ég var kannski að djóki í tíundabæk og ætla að gera grína mér eitthvað bara maður læra af þessu fyrir aðra bónara sem er í þessum geira það sem skiptir mestu máli í þessu er ekki bara gæðin í vinnufræðunum það er framkomaðin attitútið þitt ég tala með kúnan sko það er kúnin hann kaupir miklu meira attitútið þitt og þann lúksus sem þú hefur fram að bjóða frekar en þjónustunum sjálfa þá meina ég ég er ekki endilega að selja þjónustunum en ég er að selja lúksusin eða ég er að selja þú veist, valjóðum eftir er bara þú veist, þau vilja bara vera á Seaquartz finest kótuðum bílum og þau líður bara ógeðslega vel með það að vera með það kót og þú veist, það sé kannski frá mínu kompani og svona, þú veist, þetta er ekki alltaf endilega, þú veist, vinnan sjálf þú voru að passa hún sér góð eiginlega mjög góð, sorry, en þú veist það er attitúti sem skilar oft meira sko, og það er það sem að viðskiptarinn, hann man eftir attitúdinu frekar í þjónustunni og það var líklega til að koma tilbaka eða tala um þig þú veist, mæla með og svo frammiði sko. Það er rosalega þægilega líka bara að byggja svona tröst með kunnan og svona og getur tala við og þú ert okkast að hress og allt geggja algjörlega sko, og meira að segja þetta er bara þú veist, þegar hann mætir á staðinn þú getur líka verið að taka follow-up og ringi hann daginn eftir bara, hvernig var þjónustan hvernig var, ekki bílinn shiny bara ringdi út og segja bara eitthvað follow-up bara upp, skilur við þú veist, það er kunn að meta þetta er eitthvað sem flestir eru hrættir við að gera en kunni kann að meta það, sko, þú ert að hugsa til hans og sýnir hún það að þú setja að hugsa til hans það er þetta sem að mann eftir þetta er góð tip, sko þetta er svona eitt huge tip sem maður er vannmeti, sko það er bara þetta snýst að byggja upp hennar kunnahóp sem að þú vilt hafa þú getur líka að þú ræður náttúrulega hvernig þjónustar þú getur hugsað ég vil ekki þjónusta þennan að því að eitthvað ég vil þjónusta hinn, þú veist, aðilann að því að hann er kunni svo ég vil hafa mitt audience eða mína kuna, þú veist ef ég auðlýsi bara druslur eða ógeðslega skítu á bílanetinu þá fæ ég bara svoleiðis bíla ef ég auðlýsi flottari bíla eða flottari pakkana sem ég er með þá fæ ég náttúrulega inn, þú veist þann hóp sem ég vil einbytta mér að maður að passa sér svolítið maður getur verið náttúrulega að einbytta sér öllum, skilur við það er líka hægt að einbytta sér að meira
specific hóp. Mikið senn sko, þekkir þú eitthvað gæja, snappar hann hana? Já, ég þekki hann ekki persónulega. Nei. Ég hringdi hann, þú veist, að því að mér langaði að fara í heimsókn til hans. Mér finnst gaman að kynast þeirra bónurum, mér finnst gaman að deila kunnáttu eða fákunnáttu eða hvað sem það er. Það er bara eflir sambönd og samböndi, lætur þið vera betra sko. Community er bara. Hann hvernig... Hann er mikið að snappinu. Ég var alltaf að fylgjast þegar hann byrjaði og mér var svo áhugavert. Já. Hann er líka bara massa geggja bíla og snappar og að spjalla og fólk finnst það fyndinn og þá kannski treystunum meira og hann er með þessa rosalega flotta bíla. Já. Hann sem character er kannski svolítið svona redneck en fólk treystir honum. Það er bara karakterinn sem selur. Já. Þú veist, hann þarf ekki að vera 5 stjörnu öllu sem hann gerir, hann er 5 stjörnu karakter. Þú veist, þú getur verið með 2 stjörnu þjónustu en 5 stjörnu karakter og það er fullt af viðskiptum. Og oft þó að þjónustæðin sé 2 stjörnu að þú veist það býtt hann ekki svona á því að þú veist sem að þjónustæðin sé lélega þegar karakterinn og attitúti og hvernig þú komst fram með kúnuna var svo mikilvægt að hann bara gleymir því að efni, verkið var kannski illa gert. Þú getur líka á hinbógin verið með ótrúlega góð þjónustu en karakterinn er lélugur þú veist, já, bíllinn með var fínn en ég var ekki að fíla að fara þangað því að hann var bara leiðilegur eða eitthvað skilur eða mér fannst ég ekki finnast mikilvæg viðskiptaðinur eða eitthvað, þú getur alveg fallega báða sko. En ef þú getur allt bæði lægi, flott en það er klárlega karakterinn sem skiptir meira máli svona honestly said sko. Hvað kúnin hugsa, hvað fer hans höfuð sko. Það er bara, þú veist, þegar eins og ég afgæslið bara bros og horf í augun grunnatrið sko. Svo verður þetta bara script í heila innum skilur þú getur ekki gert neitt annað nema að vera bara eins kurteis og skemmtilegur þú getur bara ekki, það bara kemur náttúrulega bara hann sko. Það gerist, svo er þetta bara dreila þetta oft og æfa sig og þannig að ég segi attitúti yfir þjónustuna en hafið það samt bæði gott Heyrið það, þannig að þar hafið þetta mjög gott spjall við maður, mér er bara að læra fullt og búin að bæta minn aga núna sko. bara takk fyrir að hafa mig sko. Þannig að er eitthvað smult plugga núna, þú vilja að tjekkið á steinimón.is, við viljum bóka tíma og tjekkja á tjekkja á með Instagram. Já. Ég er ekki að Snapchat ég er bara ekki að 3 sósíalmiðlum, ég er bara ákvað að við erum ekki svona mikið að sósíal sko, það er alveg nóg að 2 þannig að vefsíðan, Instagramið, Facebook hafið samband, ekki bara panta tíma komið með bílinn eða eitthvað en hringi bara og segja hæ er þið með spurningu hvernig þú átt að sinna þessu sjálfur heima þér halló, ég er í skúrnum og ég er með einhverja sápu sem bara, hún festist á bílnum bara hvað ég gera, hringið í mig þú veist, ég skal hjálpa Sitt símanúmer í description. Já, það er